Já, velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan orðin 8 og þá séu við fréttir. Hérna hjá mér Marja Lilja og Sigurður Magnús. Við ætlum að byrja á skoðanakönnun Maskínu. Vísir birti hana fyrstur eins og oft sagði að miðflokkurinn rýkur upp. Er það sannlega könnun samkvæmt? Já, það þeir voru með 9% fyrir mánuði síðan. En fara núna upp í tæp 14 held ég, 13 kom eitthvað. Já, kostnað hvers? Af því að eins og ég las þetta, þá var þetta Samfylkingin sem tapaði mestu. Samfylkingin tapaði og Sjálfstæðisflokkurinn líka frá síðustu könnun. En miðflokkurinn var á þessum nótum, svona, þessum slóðum í júní. Þannig hann fer svona upp og niður. Við erum að grafa fylgiflokkana hérna sem við tökum upp þarna sjáum við fylgið. Það er 29,4 hjá Samfylkingunni. Og ég bætti þarna við þingmannafjöldunum. Þannig að Samfylkingin fengi 22, það er 7 þingmönnum meira. Og svo næst í röðinni er Viðreisn með 12. Þetta er nefnilega... Sjálfstæðisflokkurinn er minni en Viðreisn. Þetta er búið að vera að gera stækt og rólega. Já, við höfum spáð þessu hérna á sunnudum. Ég held að við höfum sagt að það myndi gerast í október. Ef einhvern nennir að grafa það upp. Nei, það getur við sagt núna í 12 svo, eins og sagt þetta er alveg svakaleg staða. En sjáum við eitt sem að þetta er náttúrulega að leggja saman þessar tvær efstu þarna. Þannig að Samfylkingin og Viðreisn eru með 34 þingmenn. Aðrir flokkar með 29. Þannig að þetta dygði þeim Tveggja flokka stjórn. Og þetta er náttúrulega það sem er sveiflan sem hefur verið í íslensku stjórnmálum undanförnu, sem er sveifla í miðjuna. En ekki hægri sveifla sem hefur alltaf verið boðuð. Nei, mér finnst það áhugavert að sjá Flokk fólksins þarna í... Já, Flokkur fólksins, hann féll mjög hratt niður. Það eru 2 ríkar sem báðar geta átt kannski sinn hlut. Eitt er það að Flokkur fólksins mælist yfirleitt minni í könnunum heldur en þingi. Og það kann að vera kjósendur hans svari öðruvísi en aðrir, ég veit ekki. Já, eða Inga er öflug í kosningabarátunni. Hún fiskir svona vel í lokin. Já, hún hefur gert það í þessi skipti. Alltaf auki fylgi flokksins. Önnur skýring er svo að svona flokkar, og þá er verið að vísa í danska þjóðaflokkin og framfaraflokkin í Nóri og fleira sem eru, ég held að Eiríkur Bergmann kallir þetta áskorendaflokka. Að þeir sem að koma fram í millikostninga og leggja ýmislegt til, að þessi flokkar falla mest allra þegar þeir komast í ríkisstjórn. Það kann að vera að það sé að gerast hjá Flokki fólksins. Já, kannski. En ég skoðaði aðeins að því að svona gegnum tíðina þá hef ég, eins og ég hef oft vitnað í, að tekið saman fylgi miðflokksins og Sjálfstæðisflokks. Það er núna í einhvers staðar yfir 29%. Sem hefur alltaf verið þannig, sko. Þannig að þeir bara taka vissulega atkvæði hvort frá öðrum. Sjálfstæðisflokkurinn hann reis upp í mars eftir landsfundin. Þá fór hann upp í 24%. En er núna hérna í mannúgjallu töluna, hann er komin undir 16. Þannig að hann er búin að missa 6% stig síðan þá. Já, þú sér það þarna. Þetta er mjög merkilegt, sko. Hann komin undir 16 mitt. Og þá, þann í mars, að þá var samanlagt fylgi þessara flokka yfir 34%. Þannig að ef að það eru áhrif þarna frá flokksþinginu sem er mjög svona ólíklegt, kannski hálfuleiti inni miðflokksþingja, sem að þú ert eini flokkurinn sem ert í öllum fréttum yfir alla helgina, þá uppskerði eitthvað af því. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í þeirri stöðu, þá var samanlagt fylgi þessara tveggja flokka 34+, nú er það 29+. Þannig að það er ekki eins og að hægrið sé ykkur sveiflu. Nei, en það er mjótt á mununum á Sjálfstæðisflokknum og miðflokknum. Þannig að það er ekki það gæti gerst að Sjálfstæðisflokkurinn færi undir miðflokkin. Og það gerðist, menn spyrja að býta, það er aldrei gerst. Það er bara mjög stutt síðan að gerðist það fyrir svona árið síðan í aðdraganda kosningana eftir að búið að boða til kosningana. Bjarni boða til kosningana með hvað svona 6 eða 7 vikna eða var 8 vikna. Þannig að það var alveg það, kannski svona 7 vikur fyrir kosningar. Að þá kom það fram í könnun meðal annars hjá Maskínu að Sjálfstæðisflokkurinn var 4. stærsti flokkurinn. Bæði miðflokkurinn
Og Hvenær var þetta, segirðu? þetta var í aðdraganda síðustu kosninga, ég var að segja það, sjö það vikur fyrir er kosninga. svo stutt síðan. Það er bara síðan það var kosið. Og þá var það var undir Miðflokknum og undir Viðreisn og svo náttúrulega Samfylkingunni. En hver hefði trúað því að því þú nú elstur að við sætum 2025 og værum að horfa á Sjálfstæðisflokkinn með 15% fylgi í könnunum. Eftir afhróð í kosningum. Hann fékk 19 eitthvað í kosningum sem var algjört bara sögulegt. Já, þegar þetta byrjar, hvað sekkur þetta langt, sko. Það er erfitt fyrir þau að stoppa fallit. Já. Sérstaklega með Miðflokkinn öðrum einn, þannig að þú getur ekki verið gert eins og sus eða eitthvað og ætlaði að verða bara öfga hægri. Þá þetta bara, akkur ég kjósa það bara Miðflokkinn beint. Og svo ef þú ætlar að vera að sækja til þeirra sem eru svo kallaði frjálslyndir hægri menn, þá ertu með Viðreisn þeim einn. Svo ætlar að vera sérstaklega svona góður við fátæklinga eins og var taug í Sjálfstæðisflokknum í Galanda. Sögðu það? Ja, sögðu það og það var svona fólk sem tengt Fíladelfí og félagsstarfinu í Reykjavíkurborg og eitthvað svona. Þar ertu með Flokk fólksins. Þannig að hvernig ætlar þú, ef þú væri Guðrún Hafsteinsdóttir, að finna sérstöðu fyrir Sjálfstæðisflokkinn? Gefa mís, bútir ís. Ég myndi strax kalla til fundar þingflokkinn og ykkur og fleiri og til að leita ráða til að stoppa fallið. Ég myndi byrja því. En það er kannski allt nýkræðingar. Myndi maður ekki bara saminlega, myndi maður ekki bara sækja, þú veist, búa til eitt svona sterkt hægra framboð. Það er svo erfitt þegar þú ert að tapa. Þetta er eins og í fríðarsamningum eða til dæmis það er erfitt fyrir Úkraínu sem ég núna þegar þeir eru að tapa. Ég meina ef að Guðrún kæmi til Þorgerðar Katrín og segir vill ekki bara koma heim aftur Þorgerður, þá myndi Þorgerður segja já ef ég fæ allt bara, ef ég fæ formannin en svo myndi líklega bara segja nei af því að hver vill. Já en ég meina en Miðflokkurinn kannski, Framsókn og það er svona Miðflokkurinn. Ég myndi fara þá leið ef ég væri Guðrún Hafsteins, ég myndi múta þeim. Samanlagt fylgi Miðflokks ef það verið saman að Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn þá myndi það ekki ná 20% saman sko. Það er mín spá. Ég hef ekki gefið lóður eða eitthvað. Þetta er ekki reikningur, þetta er spádómur. Þetta er spádómur að falli saman. Herðu, RÚV, að því að við erum að pæla í þessu, að Miðflokkurinn er í einhverju sókn og hann er mest áberandi á þinginu og allavega er það fjölmiðlarnir sem að segja mest frá honum. Við erum með frétt frá RÚV, Karl Gauti. Hann bara verðum að gera eitthvað í þessu að fyrir framan opinberar stofnanir sem verið að flagga öðrum en íslenska fánum. Hvaða fána er hann alltaf að sjá? Ég veit það ekki. Ég veit ekki til þess að... Já, það er náttúrulega Gay Pride. Þá er regnbogafáninn settur alls þar. Regnbogafáninn. Kannski vill hann það ekki. Svo ég bara sé svona, ég veit ekki, kannski eitthvað svona... Sem ég þekki flagga KR-fánunum á leikdögum. Já. Ekki opinberar stofnanir. Nei, opinberar stofnanir. Það er ráðhúsið, það er náttúrulega með bæði úkraínska fánan og Palestínu. Já, en ekki beint þarna fyrir framanhús. Það er svona... Þetta er Tjarnargötumegin. Já, Tjarnargötumegin, ég mitt. Ég myndi segja að það verið bakvið en alltaf leið. Bakvið hús á ráðhúsinu? Á Tjörnum. Já, einmitt. Nei, það er sama. Þetta er ekki það sem er gengið inn í húsið. Aðalínngangur. Ég held að þið sleppur ekki með þetta hjá hann og Karli, hann vil bara enga svona fána. En ég segi eins og því, ég veit ekki alveg í hvað hann að vísa það. Það er eiginlega Gay Pride sem er regnbogafáninn sem hann vil stoppa. Já, ég hugsa að ég velti, þú veist, voðalega hlýtur mér að hafa það gott ef að fánar einhvers staðar fara í taugarnar á manni. Það er litlar áhyggjur Já, það er litlar áhyggjur í lífinu ef þú getur pirraði á okkur þjóðfána fyrir utan einhverja byggingu. Þeir eru svolítið svona móti samkynhneigð þeir að blása það svolítið upp. Já, einmitt. Hinsegin fólki og transfólki. Þeir voru líka í fréttunum tengdum kynfræðslu í fermingafræðslu á Akureyri sem við fjölluðum svolítið í gær. Já. Og það var mikil hneykslan hjá einum föður sem fór með dóttur sinni. Það er þannig að foreldrarnir koma með í fermingafræðsluna. Og honum fannst að væri eins og kennsla í sjálfsfróun upplöðuna.
það sem var kynfræðingur að sunnan að tala. Já, landsettur kynfræðingur. Og Sigmundur stekkur á þetta. Honum finnst þetta stappanar í sturlun. Stappanar í sturlunni mitt. Það segir kynfræðsla til, hann segir 12 ára barna. Já, það er ekki alveg rétt. Maður 13 að vera 14. Ég hefði róðnað alveg niður í raskat þegar þú þurfti að sitja undir fyrir fram á mömmu þína. Já, það fer vel það fer vel við fermingakirtilinn að vera svolítið rauður. Já, ég veit ekki, mér finnst þetta voðalega mikið svona, mér finnst allir eitthvað svo leiðilegir. Ég að koma vetur, það er eitthvað svona tuð, þetta er svona gömlukallarhaus. Eitthvað svona mikið fánar og kynfræðsla Sjálfstæðisflokkur, hann sér fylgið, finnst bara allir alltaf fara með fúluköllunum. Þannig að þeir senda bara sinn fúlakall upp í óundubúnar fyrirspunnar tíma. Það var varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta var undir störf þingsins. Störf þingsins, já. Hann kemur upp í pontu og við höfum fjallað þetta áður að því að Halla Tómasdóttir, forseti, fór til Kína og var tekið höfðingla á mótinni að Kínverjar horfa á Ísland sem einhver svona sérstakt land og allir sem Íslendingar sem kom til Kína upplifa þetta. Og hún vildi vera kurteis og vitnaði í Mao að það veri konur, þegar hún var á jafnréttisráðstefnu, það veri konur sem bæri upp halvan heiminin. En hann, varaformaður, hann mætir upp og bara, ég veit ekki alveg störf þingsins, hvað átti forseti þingsins að kalla? Þetta er hálftíð með hálfvitan eins og Þráinn Bertelsson kallaði þetta. Ég veit það. En hvað ekki... Hann er að finna að starfi forsetans. Vildi hann að forseti þingsins kallaði forsetan bara í salinu? Nei, þetta er bara eitthvað byrjur. En svo líka, þetta er varaforma Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn er á stanslausri niðurleið. Það er búið að reka allt staffið og ráðið nýtt og annað og þá er hann upptekinn að þessu. Já. Þetta kannski skýrir margir fleiri eru undan höllu og vitnaði í Má. Þetta er ekkert nýtt í heiminum. Nei, ég spyr mig hvort það er ekkert að gerast á þinginu annað heldur en bara eitthvað svona raus ekki neitt í einhverjum gölgöllum eða er raunverulega hvað fjölmiðlar hvort það sé raunverulega verið að tala stöðu almennings og húsnæðismarkaðinn Geta það ekki prjónað eða geta eitthvað gagn? Já, einmitt. Er ekki eitthvað? Þarna var þetta tveir sem eru varaþingmenn núna inni að þeir notuðu þetta til að flytja svona jómfrúræðu sinna. Það var Eiríkur Svavarsson sem var í ISF-hófnum og svo Tómas Þór Þórðarsson fyrir íþróttafréttamaður. Bæði á 365 og svo fóru þeir að tala á Símanum. Hann situr inni Tómas situr inni fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hinn fyrir Miðflokkinn. En þetta er ég að segja það. Þeir sem eru að koma að leysa á þinginu aldrei verið að ráður, þeir nota oft þennan dagskáli til að segja eitthvað. Hálftíma hálfvitana er það sem Þráinn Bertelsson kallaði þetta, en hann saði ekki. Ég var svona að horfa á þetta og eina sem ég man eftir hvað sagt það var þetta rausi í varaformanni Sjálfstæðisflokksins. En hann er að reyna að afla, ég reyna að gera það sama og Miðflokkurinn, reyna að skora með þessu. Já, þetta er alltaf fjölmiðla, ég held að það sé. Þetta er forseti voru bara við. Já, við verðum að geta treyst henni fyrir orðum sínum í Kína. Svo er ekki verið þetta. Nei. Svo er náttúrulega Má áhrifaríkur hugsuður og 20. öld og fólk vitnar oft til hans kannski að þess að vita það, eins og leyfið 1000 blómum að blómstra og margt manna sem er orðið almennt í bara venjulegu tali á rætur til Karlsins. Það er svolítið erfitt ef maður ætlar að vera ekki að æsa upp varaformann Sjálfstæðisflokksins, maður að passa sig að missi ekki út úr sér. Hann tölur yfir eitthvað máli til drepa marga. Ég man ekki tölnir, það er ekki að fara með hana. En hún var há. Herðu, Rósa Guðbjarts, hún er svolítið hægra megin í Sjálfstæðisflokknum, ekki? Já. Hún kom líka að hún vil fá að ákverju RÚV svarar því ekki, ákverju segir ekki frétt af því að Steinþór Gunnarsson, fyrirverandi starfsmaður Landsbankans, hafi verið sýknaður. Já, þau höfðu flutt marga fréttir af málinu og hann var dæmdur og það er búið að þetta er náttúrulega grafalvarlegt mál.
Það er búið að taka sko nokkur ár svona að blómi æviskeiði þessa manns í svona rugl sko. Og þó að fá ykkur að fyrirbændur, ég veit ekki það, að þá kemur ekki þessi tími tilbaka sko. Og öll sko handtekið fyrir fram að son sinn og húsleitt á heimilinu og eins og allar eigur fristar og þetta er Já, en ég sammála Rósu að rúfa á að ef það voru með svona stóra fréttir og heilu dagskrárliðina þetta mál að þá eiga þeir að koma fram og að segja svolítið rausnarlega frá sýknudómnum sem þeir hafa ekki gert. En ég er ekki alveg sko að maður ætti að vera að taka upp á þingi sem þingmaður. Ég held að maður ætti bara að skrifa bréf kannski. Þetta er alltíma álvitana, við viðurkenna það, bara gerist ýmislegt á. Já. En það er líka, þarna er líka hvað, þetta Rósa er þarna að nota tækifæri til að ekki athygli á þessu máli. Þetta er bara fínt hjá henni. Já, en það er svona alltaf svolítið viðkvæmt þegar að þingmenn eru að finna starfi fjölmiðlana. Já. Og kannski svona enn frekar á okkar tímum þegar Trump er að stinga upp í alla fjölmiðla í Bandaríkjunum. Hún hefur ekki pröfað að senda bara inn fréttaskot. Hún hefur kannski betur gert það. En svo er þetta líka liður í því að RÚV sé einhvern veginn að fara svona sinni tilteknum erindum en öðrum ekki. Býstu við að sé svona undirliggjandi í þessu. RÚV var með, þannig að RÚV var með svona frétta vangaveltur í útvarpsfréttunum hver tæki við Sigurður Inga. Ég heyrði út undan mér þarna viðtal við Willum. Og hann þverneitaði ekki. Nei, það er málið sko. Ég hefði regnað með því að við vorum að tala um þetta á sunnudaginn og ég sagði hann er nýkominn hann að forseti í ESI og búið að breyta sko starfinu líka. Nú er þetta fyrsta skipti sem þetta er launastarf og þetta er eins og að hann er nú íþróttamaður í grunninn sko. Þetta væri ekki bara draumastarf fyrir hann sko. En það hitt kýtlar hann svolítið sko. En ef hann hefði lafað inn á þingi þá væri hann líklegastur til þess að verða formaður. Ég held að hann hafi notið svona mest stuðnings Sigurðar Inga. En stundum gildi það ekki neitt, stundum er það bara verra að vera með stuðning fyrirverandi. Það er þannig. Já, hann sagði við mig hérna í langavitalinu Sigurður Ingi sko, þarna kosninga morguninn sko. Að þá hefði það verið svolítið súr biti að koma sjálfur inn á kostnað Willums. En það er, vitið þið hver verður formaður? Vitið þið hver verður formaður? Vitið þið hver verður formaður í Framsókn? Nei, ég held að það verður ekki að koma ykkur utanfrá. Jú, og svo er alltaf verið að leita ykkur nýjum að sveitarstjórinn í Vík í Mýrdal var allt í rosa númer í umræðinni í nokkra vikur, svo kom í ljós að hann skítapaði þarna í ritarakjörinu. Þannig að það er oft þegar þú ert í miklu vandræðum að þá verður svona einhver nýr verður lausnin. Einhvern tímann voru þeir í stórkostlegum vandarum í Framsókn og einhver sagði, en hvað með Sigmund Davíð? Hvað er Sigmund Davíð? Sem er oft hjá hann Magli að tala um svona skipulagsmál og þetta er sonur hans Gunnlaugs Sigmundssonar, traustur Framsóknarmaður. Ef ekki taka hann. Svo voru líka Höskuldur Þórarinsson ekki? Sem þá var þingmaður og Páll Magnússon í Kópavogi svona Magnússon Bjarnfriðssonar og svo var það svo fyndið þegar þetta var sko kjörin kom fundarstjórinn fram og tilkynnti rétt kjörin formaður Framsóknarflokksins er Höskuldur Þórarinsson og það stíð á fætur og klappið frá honum. Svo fer hann eitthvað bak og kemur svo hlaupandi frá hann ég fór með þetta rátt hérna hún er rátt rétt kjörinn formaður Framsóknarflokksins er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson þetta er svona alveg rétt þetta var svona spennandi Þórhallsson Þórhallsson, skal hann heita sonur Þórhalls ég sá fyrst hérna hjá Anja Sera þá voru svona efasemdur að yrði eitthvað þessu fundi Trump og Putin þetta kom út snemma í dag og þetta byggir á svona upplýsingu frá Kreml þar sem þeir segja við sjáum enga ástæðu til þess að vera á okkur fundi nema sé búið að leggja einhverja línur áður sem eiginlega þýðir það að við nennum ekki að endurtaka Alaska-fundin og því að það sem að hitta Trump þar sem hann er ekki búin að lesa neitt og er ekki undirbúin og veit ekkert hvað máli snýst og kemur bara á fundin og segir þið verður bara hætt að berjast strákar og við bara stoppum núna
og þeir segja að það verður að glíma við svona undirliggjandi mál deilunar sem að frá þeirra sjónarhorni er hlutleysi í Úkraínu og hvort að NATO sé með herlið og alls konar svona dótri. Og þetta minnir svolítið á sko svokölluðu friðarsamninga hans á Gaza sem að er eiginlega efnislega ekki neitt sko. Þannig að það er ekki verið að leysa eina undirliggjandi deilu ef það svo er kallað. Þannig þetta fyrir að bera svona með heiminn að Putin sé ekkert æstur í að hitta hann. Og það fer, og svo er ég með fréttur á Washington Post og þá er þetta komið til Bandaríkjanna og þá er bara, kemur frá Hvíta húsinu að Trump hafi sagt í gær að þessi fundur er innan 2 vikna. Og ég tala hérna á eftir við hann Hilmar Þór sem er í Bangkok og það er náttúrulega komið núna blá nótt í Bangkok, en ég talaði við hann áður en að þessi tilkynning kom, en við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að kannski er ekki það þessu fundi sko. Af því að það er, þú veist, af hverju ættu Rússarnir að vilja endurtaka Alaskafundin sko. Og þetta er náttúrulega svakalegt mál í raunverulega því að það verður ekki reynt að semja frið. Evrópuþjóðurnar eru ákafrið í halda stríðinu áfram, telja það sé eina viðunandi lausnin, sé fullnaða sigur á vígvellinum. Þeir hafa ekki bolmagn til þess, eins og komið í ljós allan að tíma sem stríðið hefur verið. Að hugmyndir að viðskiptaþvinganir eða yfirburðir vestarafna vopna í tækni eða eitthvað slíkt hefur ekki gefið þeim neitt. Bandaríkjamenn ætla ekki að leggja krónu í þetta. Þeir ætla ekki að senda árásarflaugar eins og var væntingar í síðustu viku, komið ljós að þeir bara ætla að gera eitthvað allt annað við þær. Það var heima. Þannig að kannski erum við að horfa fram á allavega næstu 3 árin eða svoleiðis, þá verður bara stríð í Evrópu og sér ekkert fyrir endan á því. Það verður bara þarna svona mallar þar eða breiðist þetta eitthvað út sko. Það er náttúrulega hættan að þetta breiðist út er alltaf og tannan ekki ef Úkraínumenn fá árásarvopn til að skjóta langt inn í Rússland, ef það er hugmyndin að NATO sé raunverulega komin í stríð við Rússland sem er í kjarnaoddum talið stærsta kjarnorkuveldi á Íslandi eða í heiminum. Þetta er ekki góð stað. Tengt þessu Financial Times var með fréttum svona hernaðar uppbyggingu í Ameríku. Það er ekki beint að segja að þessi undirbúa innrás inn í Venezuela, en það liggur við. Það sé verið að tala þarna er verið að hernaðar uppbygging á heimavelli. Friðarverðlaunahafinn hafði sitt að segja í gær, var ekki í gær, og svo hefði maður frá því að hún talaði svona á þá vegu að nú ætti að steypa forsetanum á stóli. Hún var á fundi í fjarfundabúnaði í Barcelona og sagði einmitt eitthvað á þessu veru. Það er bara, krakkar, það er bara nokkri dagar eða vikur þangað til að stjórnum mun falla í Venezuela. Þannig þá er væntingar þeirra sem eru í andstöðinu við Maduro að það er að Bandaríkjamenn muni koma og fella ríkisstjórn Venezuela svona bara á næstunni. Og það sé hluti af því sem að tengist þessu sem að Financial Times er skrifum, að það er bara hluti af áhuga leysi Trump gagnvart Úkraínu. Hann hefur áhuga á Gaza, hann hefur áhuga á Tævan og Kína, hann hefur áhuga á Venezuela, hann hefur engan áhuga á Úkraínu, engan áhuga á Eystrasaltslöndunum, sem eru einhvern veginn með það innbyggt inn í sína öryggisstefnu að Bandaríkjamenn munu koma og hjálpa þeim. En Bandaríkjamenn hafa bara engan áhuga á því. Það held ég sé að teiknast upp. Við skulum fara heim í efnahagsmálin. ASÍ, forseti ASÍ, segir niðurskurð ríkisstjórnarinnar að bitna á láglaunafólki og gagnrýna þarna fjárlagafrumvarpið. Svipað og BSRB til dæmis. Skertar atvinnuleysispætur. Já, þeir sækja peninga til launafólks með skerðingu á framlagi inn í lífeyrissjóði erfiðisvinnu fólks með því að skerða atvinnuleysispætur og þeir eru með þetta er umhverflega ótrúlega svona séð frá verkefnisreiningunni þá er þetta rosalega dónalegt fjárlagafrumvarp. Ekki furðu þótt að fólk sé fói eins og sagt er. Ég held að segja það er ekki að vona viðreist bæti við sig. Viðreist bæti við sig. Svo það sem eru með fjármálaráðarann og það er fréttin mannlíf, þetta er eiginlega frétt sem við vorum með í gær að helmingur eflingafélaga búið við fátækt. Þetta var sett á
heimasíðu Eflingar í gær og við fjöllum það aðeins það hérna í gær en þetta dreifist Það eru 60% eitthvað sem að bara... Já, það var mjög hátt hlutfall. Það eru 50% standaði illa í Eflingu á meðan það eru svona 25% á ASI og BCB í heldina. Ætti kannski ekki komin einum óvart að Efling stærsta félag láglaunafólks á Íslandi. Já. En það náttúrulega, sko, það er hægt að tala eitthvað svona velsæld hér og fólk hafði almennt gott og annað á meðan og þetta er bara eitthvað sko sem að við sem höfum kynst fátækt, við þolum þetta ekki. Nei, það er bara þannig. Ég veit ekki, við tölum aðeins hérna það í gær að Efling ætlaði nú kannski væri svona að hugsa sér eitthvað til hreyfingu sem mögulega getum dregið svo út úr ASI. Já, þeir voru mjög gagnrýn á forsetann þegar hann var að tala og fannst hann skilja sig eftir. Og mér fannst ímyndilegt í þessar fréttatilkynningu í gær verið með það svona draga fram sérstöðu Eflingar að væri svona upptaktur af því að Efling væri að skoða og það er líka svo margt í það sem er eiginlega segja í þessari tilkynningu að það sé hinnir betursettu launafólk að það sé að taka kjarabæturnar frá láglaunafólki. Mér langar að sjá, nú langar mér að sjá bara aðgerðir. Ég væri til í að sjá Eflingafólk taka bara hendur saman og fara hinn út í allsherjar mótmæli. Það er nú svona gott. Nei, en það sem ég er að segja sko að það er SA er með þá kenningu að það sé bara þetta sem við höfum til þess að deila út í launahækkanir og svo verða bara launahóparnir að berjast við það. Og mér finnst að sömuleyti sko áherslur Eflingar að undanförnu vera í þessum anda. Þannig að ef að kennarar fá hækkun þá fær láglaunafólki minna. Þannig að það sé bara kaka sem þetta skiptan á milli launafólksins. En svona áherslan ætti kannski að vera á því að launafólki yfir í heildin ætti að fá stærri sneið að kökunni og auðvaldi minna. Þannig að... En svo, þegar við talum svona mál, að þá, Guðrún Hafsteinsdóttir spurði Daða Má og Alþingi það hvort að hann væri sammála máli sem að Sjálfstæðisflokkurinn er með að sáttasemjari geti gripið inn í vinnudeilur og stöðvar. Og hann sagði reyndar að það heyrði undir félagsmálaráðherra en finnst hugmyndin samt mjög góð. Hann hafði gæti farið að vera þannig að... Þetta var náttúrulega samþykkt í síðustu ríkisstjórn, VG samþykkti það að auka völd ríkisstjórnarsamýra. Svo gugnuður á því þegar þeir fengu sko, áður Guðmundur Ingi Guðbrandsson, var þá félagsmálaráðherra, þegar hann fekk umsagnir og heyrði bara hljóðið í verkefnishreyfingunni, þannig að það varði ekki af þessu. En þetta var þarna eftir verkföll Eflingar, að þá var þetta bara stemmingin í samfélaginu og náði meirihlutin í ríkisstjórn. En sem betur fyrr þá sá Guðmundur Ingi af sér. Já, þetta er bara sem vera bara koma bara öllum í bönd sko, það geti ekki gert neitt sko. Seðlabankastjóri mætti á nefndarfund í þinginu þar sem maður meðal annars spurður af vaxtakúgun hans á samfélaginu. Ætlaði að halda vöxtunum háum alveg þangað til að viðmunin færi eða verðbólga færi undir 2,5% sem er enga líkur á að gera þetta þessu ári og líklega ekki heldur næsta ári. Nema verði eitthvað bara meiri áttar samdráttur í atvinnulífinu, í efnahagslífinu. Og hann sagði að ef þið viljið hafa þetta eitthvað öðruvísi þá við þið bara að breyta lögunum. Þetta er ég starfa samkvæmt lögum sem Alþingi setur. Og ég held að þetta ætti að vera umræða niður á þingi að breyta þessu til dæmis. Líka breyta að hann eigi að hafa augun á einhverju öðru heldur bara verðbólgunni. Hann getur ekki náð verðbólgunni niður með því að sko búa til einhverja stórkostlega húsnæðiskreppu sem að tekur kynslóð að vinna þessu út úr. Það verður að vera einhver svona Seðlabanki má ekki búa til skaða út í samfélaginu. Eða þá var sér reglur að þeir ætla að halda vöxtunum svona háum þannig að dregst úr byggingu og framleiðslu sérstaklega fyrir íbúðum fyrir þá sem eru með lægstu tekjurnar að ríkinu verði gert skylt að grípa inn í þetta. Já, það er óskandi að hálftími hálfvitan að fara þá í eitthvað annað heldur en fánamál og má. Það væri nú ágætt að vera eitthvað reykt svona sem skiptir máli. Já, svona skiptir máli. Já. Kannski finnst þeim að við verðum að tala grundvallaratriði í stjórnmálunum eða ég var að tala á, kannski. Herðu, þú fannst frétt af innherja vísis, salir hluti af 5 ríkisfélögum, þeir eru seldir bara. Já. Til þá náttúrulega auðvaldsins og sem er pening, stórútgerðin og efnuðustu fjölskyldunar, kannski svona 15 efnuðustu fjölskyldunar, fá að kaupa hvað, Landsbankann?
Já, Landsvirkjun? Og Landsvirkjun að tæpum 50%, sko. Já, og hvað meira sem að vilja selja? Nei, þetta voru þeir stóri, það er náttúrulega Ísafía hefur oft verið í umræðinni, sko. Flugvöllin okkar, hafnunnar kannski, vegina. Já. En þetta, og það finnst mér hérna að Landsvirkjun hefur til þessa alltaf sagt, nei, við verum ekki að tala um Landsvirkjun, sko. Af því að eitthvað hefur talað um að lífeyrissjóður gæti keypt kannski 30 af eitthvað svoleiðis, sko. Og gæti ekki selt nema að öðrum lífeyrissjóðum. Það sagði Hörður Arnarsson í viðtalið við mig. En þannig er þetta bara grímulaust, sko. Nota kreppuna til þess að það er þetta græði í kreppu og þetta græði í uppsveiflu. Þarna var nota kreppuna til þess að færa eignir frá almenningi. Kreppa? Já, það er skuldakreppa hjá ríkissjóði. Já, ríkissjóði, fyrir ég. Það er hvort þess að koma að kreppa. Englandsbanki, hann er að segja að það sé svona margt sem að hljómi svolítið eins og aðdragandinn af 2008 sem var ekki smáraðis kreppa. Það er að falla í Bandaríkjunum svona lána fyrirtæki sem eru svona á jaðrinum, sem eru að lána kannski þeim sem að hafa minnst lánstraust. Það fóru 2 svoleiðis fyrirtæki, sæmilega stór, og hausinn í síðustu viku. Og sko það er þannig að það sem margir halda að komi kreppa út af ríkisskuldum eða skuldum eins opinbera, þá koma kreppurnar út af skuldum einkaaðila. Og bankana sem hafa farið óvarlega. Já, og bankin, Englandsbanki er að benda á þetta. Að þau erum í Bretlandi þá haustfjárlög eru sett út, það er verið alltaf endurskoðu fjárlögin á hausti. Þetta er fjármálaráðherrann, hún er að boða skattahækkanir samhliða einhverjum niðurskurði. Það er kreppa í Evrópu og sérstaklega í Bretlandi. Hún segir að þetta sé afleiðingar af kreppu sem við komum með Brexit og er það náttúrulega að tala inn í vaxandi fylgi reform sem að við hefðum að geta verið með frétt. Þeir lentu í stórkostlegum vandræðum helgina þar sem að, ég man ekki hver það var sem að birti, hvort það var bara BBC, birti upptökur á einhverjum svona innan húsfundi hjá þeim. Það sem voru farast þá? Nei, það voru ekki hann. Þeir voru að rífast og kalla hvort öðrum illum öllum. Herðu talandi að þau eru með efnahagsnum, það er Nova Nordisk, við stundum minnst á það, að það er sjóður á bakvið sem á það, þetta er svona eins og sjálfseignarstofnun sem á Nova Nordisk. Þar er fyrirverandi forstjórinn, er aðalkallið þar, Lars Rebien Sørensen. Hann rak alla stjórnina í Nova Nordisk og er sjálfur sestur að. Því þarna eru mikla björgunaraðgerðir því að verði hlutabréfanna fellur mjög hratt. Og þeir eru miklu vanda því þeir græddu svo ógeðslega á því að fremselja megrunarlyf dýrundómum. Nú eru komin betri lyf sem er ódýrari og Nova Nordisk er í stórkostur vanda og hefur mikil áhrif á danskt efnahagslíf vegna þess að þetta var svo stórt. Flugumferðarstjórar uppáhalds stéttaldra. Þeir eru að funda og ætla ekki að vera í verkfalli í nótt. Þeir ætla að halda frá fundum. FF7 komið frétt af því að Icelandair ætlar að sækja bætur vegna verkfallsrinu. Það var ekki flugumferðarstjóra. Nei. Það voru hlaðmenn og fleira sem voru í verkfalli. Og Ísafía gat þá ekki staðið við þess að gerða samninga þjónustöðvélar Icelandair. Þeir eru fyrir miklu skaðasveðar og þeir vilja sækja bætur fyrir. En er þetta ekki, ég man ekki hvað hugtakið væri að þegar eitthvað óviðráðanlegt gerist og ég get ekki uppfyllt samningana, þá er ég ekki skaðabótaskyldur. Heldur þetta falla ekki undir það? Ég veit ekki, en Icelandair eða ykkur menn þar innan úr sem vantarlega búin að tjekka á lónum. Varst þú ekki með frétt daginn hérna hjá okkur að Færeyingar vera að vinna allt í fótbolta meðan við rétt mörðum jafntefli? Það verður bara, eins og kallað á ensku, outshine okkur í fótbolta. Það var verið að útluta menningaverðlaunum Norðurlandaráðs. Þetta er úr dimmalækting. Þeir fengu 2. Kvikmyndaverðlaunin var færeysk kvikmynd í fyrsta skipti. Seinasta paradís á jörðu sem var vann. Og svo hún Vonbjört Vang sem er skáld, fekk verðlaun fyrir svört orkidea held hún heiti bókin hennar. Menningaverðlaunin. Já, fyrir bókmyndir. Norðurlandaverðlaunin fyrir bókmyndir. Ég myndi það. Þetta er ljóðabók sem hún er að yrkja og til sona síns sem er í svona vandræðum.
og bekk velun. Flott. Bæringa 2 af 5. Já. Og Íslendingar, þið þekkið þarna, það er einn Íslendingur á myndinni. Jú, vikingur. Jú. Víkingur að fá sín 600. velunin í ár, held ég. Já. Hann hlýtur að þurfa að eiga, hvað hét hann aftur hann tugþrjótakappinn sem var með bala upp í sumarbústað sem hann hent öllu velunum í. Nei, það var Sigurbjörn Borðarsson. Sigurbjörn Borðarsson. Nei, Valbjörn Tollarsson var. Valbjörn Tollarsson, hann var ekki þar, heldur en hann bara hendi sér bala inn í þáttarsi. Ég ætla að benda Víkingi Heiðar á þessu bala til að henda öllu þessu velunum sem hann Ég heldur að sé, þú finnir nógu stóran. En hann er með alveg ótrúlega stöðu í tónlistarlífinu. Já. Þá förum við til á Gaza. Já. Það er varaforsetinn er þetta og hann segir þetta, hann er mjög ánægður með vopnalið þótt að það sé verið að drepa fólk. Já, það eru nú einhver sem vilja meina það að hann hafi verið sendur hérna sérstaklega til þess að passa Netanyahu haldi utanum að halda utanum Netanyahu í rauninni til þess að passa hann til þess að passa hann brjóti ekki vopnalið samninga frekar en hann hefur gert. Hann er að vera hann í allavega 2 daga. Já. Hann sést að vera voðalega ánægður með þetta. Þeir gáðu það nú út hérna bara rétt á þann að það stæði ekki til að setja neina tímalínu á afvopnun Hamas en því yrði nú samt fylgt eftir. Það er ólíklegt að Hamas eigi eftir að láta afvopnast. Þannig að þarna er strax komin smá svona hnútur á línuna sko. Já. En þetta hefur auðvitað ekkert haldið. Við sögðum frá gær að Netanyahu stærði sig af því við Knessetið að hafa varpað 150 tonnum af sprengiefni bara á einu sólarhring á Gaza. Það eru vel yfir 100 manns sem hafa verið drepnir núna bara síðan að vopnahléið byrjaði. Eitthvað í kringum 500 manns sem hafa slasast. Og aftur er bara búið að bremsa og alla neyðaraðstoð inn á svæðið og það er sagt frá því í dag að vatnið þarna er bara með því versta sem að þekkist grunnvatnið, þannig að það er í rauninni, neyðin er ennþá svo sama. Lítra vatn. Við erum aðra frétt frá Gaza, það er að Trump talar þarna að lönd í Miðausturlöndum hafi búist til þess að fara inn á Gaza til þess að berjast við Hamas. Ég held að þetta sé misskilningur í kallinum. Já. Af því að þau buðust til þess að vera friðargæsluliðar. Friðargæsluliðar, ég held að það vera Ef Hamas er með eitthvað æsinga þá náttúrulega gera þeir eitthvað, en sama með Ísrael. En hann vil stilla sér svona upp hann Trump. Já, þeir eru svolítið í því að stilla upp svona hinum araba þjóðunum og nágrannaríkjunum sem ákveðnum óminum Hamas og fólksins að eiginlega á Gaza. Þeir séu svona allir með Ísraelum að það er svolítið að lesa á milli línana því að það er raunverulega ekki þannig. Svo erum við með eina frétt sem kom inn rétt áðan. Já, þetta Hind Rajab Foundation, þetta eru svona NGO samtök, þetta eru samtök sem voru stofnuð í kringum morðið á þessari litlu stúlku, 5 ára, Hind, sem heimsbyggðin fylgdist með. Hún hringdi þarna í neyðarlínuna og samtalið við neyðarlínus starfsmannin er allt opinbert, það er hægt að hlusta á hana handa síðustu mínúturnar í lífinu, þar sem búið er að drepa alla ættingjarnar og það koma skriðdrekar og skjóta á bílina áfram og hún er einlítil og 5 ára að passa að það blæði ekki á kjólinu hennar af því að hún vill ekki að mamma hennar þurfa að þvo það úr. Þetta er hryllilegt og skelfilegt og það gerist. En þessi samtök sem urðu til í kringum þetta hryllilega mál hafa núna birt nöfn ísraelsku hermannanna sem eru ábyrgir fyrir þessum hryllingi og hafa meðal annars skilað til alþjóða glæpadómstólsins bara svona doðrandi af alls konar upplýsingum þessa aðila. Þetta eru 24 menn sem eru þarna í forsvari, þetta eru ykkur svona aðmírálar og fyrirmenn í ísraelska hernum og það er svona áhugavert að þessi menn eru bara vísvegar heiminn, hafa verið í ferðalögum og einhver myndist nú á það á Facebookinu mínu sá ég í dag að þetta væri eitthvað sem að íslensk stjórnvöld ættu að grípa núna og bara til þess að koma í veg fyrir það hreinlega að þessir menn komist hingað í heimsókn því að þetta eru bara frjálsir menn.
sem fara svona með lítil börn og það þykir manni alveg hryllilegt. Við byrjuðum fréttatímann í gær á að moskítóflugur hefur fundist á Íslandi. Þetta er frétt bara á Morgunblaðinu sem er náttúrulega að segja á pappír, það er náttúrulega að segja fréttir gærdagsins. Og þarna er talað við Gísla Má skordýrafræðing að hún sé komin til að vera moskítóflugan. Já, hafið þið séð einhverja moskítóflugur? Nei, þú sér bara leið og fréttin að koma þá sástu moskítóflugur um allt. Já, ég var alveg viss að ég hefði séð moskítóflugum helgina heima. Það var reyndar fyrir fréttinnar. En ég var svolítið fljóta svona gaslýsa sjálfa mig að ég væri bara að vera kvíðasjúklingur. Þetta er bara okkar næstu nágrannar, þetta er bara kjósinni. Já. Já. Talandi dýr, eins og moskítóflugan fellst það til dýraflokkur í Hollandi. Já. Og er þar á þingi. Og það er komið vandræði upp þar, það eru kosningar núna, ég held að sé 29. Það er vika, eftir helgi bara. Ekkert í miðri næstu viku eða upp á miðri næstu viku. Herðu, þetta er Nico Kofman, hann stofnaði flokkinn og hann er búin að ganga, hann kemur yfirlýsingu núna, bara stuttu kosninga og segir að hann sé genginn úr flokknum. Hann er búin að missa trú á dýraflokknum. Og dýraflokkurinn var náttúrulega stofnaður til þess að gæta hagsmunum dýra sem hafa enga talsmenn inn á þingi. Og honum finnst það að vera allt of mikið af svona mannamálum orðið í flokknum. Og meðal annars að hann vill ekki að flokkurinn taki afstöðu til þjóðmálsins og Gaza. Já, segir ekki að það sé eitt sérstakt dýramál. Hefur hann ekki séð hvernig þér farið með dýrin og Gaza? Hann er og nefnir með önnur mál og Úkraínu og eitthvað svona sem að hann vill að áhersluna séu bara á dýra. Já, innlend dýravelferðarmál. Þetta er flokkur sem er með nokkra þingmenn og ég tók könnun sem var gerða því að nú stutt í könnuna. Þarna með svona margir flokkar, það er allandi eitt kjördæmi þarna. Þannig að þetta er svona svipað og myndi gera þér. Það er stundum kemur krafan að landi allt eitt kjördæmi, að þá verða náttúrulega, þá verður hámarksfjöldi flokka. Ég myndi halda að það væri kannski á Íslandi kannski svona 11 flokkar sem yrðu ef að landið allt eitt kjördæmi og engir þröskuldar. Þannig er þetta í Hollandi og mjög margir á þingi. Ef við tökum talið frá vinstri, þá er þetta frelsisflokkur. Gert Wilders sem er þarna og þið sjáu að hann er ekki að ná það var út á honum sem var búið til kosninga og grænbláa súlan er í kosningarnar og appelsínugula er nýjasta könnun og hann er þarna undir. Næstur kemur flokkur sem er gamall flokkur. Þetta eru svona kristilegir demokratar en eru samt svona sérstakar tegundur þarna. Þetta er náttúrulega land kalvinista. Þannig þetta er flokkur sem er mjög íhaldsamur í öllum svona persónumálum. Þannig hann er í mikilli sókn. Síðan kemur bandalag svona vinstri grænna og sósíaldemókratana. Þetta var sikkur flokkurinn lengi vel en sérstaklega sósíaldemókratarnir í Hollandi hrundu eða fyrstir allra sósíaldemókrata í Evrópu og fóru jaft álíka mikið niður á samfélkingunum sínum tíma. Þannig að þeir eru þarna þriðji stærsti flokkurinn. Svo kemur D66, það er svona viðreist, getum við kannski sagt. Og síðan kemur hann flokkur sem er að tapa miklu. Þetta er svona klassíski hægri flokkurinn sem Rutger sem er núna í NATO, var lengi við leiðtogi og var forsætisráðherra lengi. Þannig hann er að tapa miklu fylgi. Og svo kemur 21, það er svona hægri flokkur sem er kannski líkur frelsisflokknum. Við myndum vera flokkast að drauga hægrið og svo ætla ég ekki að fara lengra en yfir í næsta flokk og það er dýraflokkurinn. Þannig hann er þarna og BBB-flokkurinn, það er svona uppreist bænda meðal annars gegn ýmsum svona aðgerðum í loftslagsmálum og slíku sem telja að vera að þrengja mögulegu síðan til þess að framleiða. Þetta er svolítið áhugaverð, það er 50 plus og 21 og þetta er svolítið skemmtileg flokkapólitík í Hollandi. Það var einu sinni held ég að hafi verið í Amsterdam í borgarstjórninni þar. Þá voru 2 flokkar eftirlaunafólks. Þannig að það er nóg pláss í hollenskum stjórnmálum fyrir alls konar flokka. En ég veit ekki hvort við höfum að fara lengra með þetta. Við vorum búin að tína til margar fréttir sem við verum bara
pakka fyrstinu minni á morgun. Já. María og Sigurjón, takk fyrir fréttatíman. Bendi ykkur á sem að horfa á Facebook eða á YouTube að þið þurfa að finna nýtt streymi fyrir Rauðaborðið sem að fara að byrja hérna rétt á eftir. En ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu eða með öðrum hætti, þá þarfst ekki að áhyggjur. Rauðaborðið rétt handa við hornið. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.